Hönnunarkeppni véla og iðnverkfræðinga árlegur viðburður sem við höfum stutt undanfarin ár. Ástæðan fyrir því að við höfum áhuga á að stuðla að þessu góða framtaki, fyrir utan bara hvað þetta frábærlega skemmtilegt og gaman að sjá áhugan og stemmingunni kringum þetta. Ástæðan í meginatriðum sú að hérna fólk að leysa viðfangsefni, þrautir, og það verið að þjálfa hérna ákveðna færni, þá færni. Þetta alveg sama færni og við þurfum að halda í okkar störfum til þess að hjálpa okkar viðskiptavinum að gera það sem þeir gera betur. Við erum bara alltaf að leysa með þeim einhvers konar viðfangsefni og það litla sem við getum gert til að stuðla að því að búa til vettvang til þess að þjálfa efnilegt fólki að leysa viðfangsefni eins og þrautabrautin hérna þó hún sé kannski eðli sínu aðeins ólík því sem við fáumst við í okkar starfi, þá það bara eitthvað sem við höfum mjög mikla ánægju að gera. Á bara að keyra yfir brautina og við skárum hérna uppi þannig að hann fari yfir rúllubrautina og falla alltaf ofan í rúllunar og skralla ekki á þeim. Svo átti hann bara að keyra fram að þrepinu og svo átti hann að taka boltan hérna upp, fara með hann upp fyrir sig og svo erum við með þennan arm hérna sem átti að skjóta svona út og skera á blöðruna og svo átti að keyra alveg að veggnum og skila boltanum í gatið. Við erum búin að vera í svona 8 til 10 daga núna fram á þetta kvölds. Tækið virkar þannig að við erum með 2 prentara mótora, steppimótora og 1 DC-mótor úr gamalli svona nammivél og við teiknaðum upp í 3-vídd tækið, fengum svona hella virkni til þess að virka eins og við vildum þar og enduðum svo að leysiskera út úr plexigleri partana. Við erum með leysiskera upp í skóla sem var lokaverkefni hjá einum nemanda sem við byrjuðum á að skera út og vorum smá vesinni þannig að við fengum aðstoð í Keflavík hjá eldri manni í bílskúr með leysir og hann hjálpaði okkur mjög mikið. Brautin kom inn á netið rétt fyrir jól, þá fórum við svona að skoða þetta yfir jólastekinni.